Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands vestra og Æsver. Hefst fjórði og síðasti dagurinn okkar á leið Norðurland vestra. Við erum stödd á Hofstöðum í Skagafirði og í vændum er frábær dagur. Þokan sem hefur fylgt okkur hægt og rólega frá Spákonufellinu daginn áður er að læðast í burtu og við höfum trú á því að sólin brjótist jafnvel fram hvað úr hverju. Við hefjum leikinn á að renna áleiðis inn Skagafjörðinn en fyrsti áfangastaður er Bakkaflöt sem er rétt innan við Varmahlíð. Já, við erum með rifirrafting, bæði austari og vestari Jökulsá, en það er ekki komið í gang austari að vissum ástæðum, en svo erum við með kajakferðir og við erum með þrautabraut og litbolta og loftbolta. Svo erum við með tjaldstæði og litla sundlaug og heita potta. Svo er náttúrulega hægt að bjóða upp á mat og gistingu upp að 70 manns. Ég veit ekki, jú, klettaklifur, það er svona kannski eitthvað sem ég gleymi. En svo er líka afþreying yfir veturinn. Já, svo erum við að fá vetrarhópa og þá heldur það til hér og keyrir út frá okkur, bæði fyrir Austri Mývatnssveit og Tröllaskagann og við erum að fara með það á vélsleða og jafnvel að gera snjóhús og það er að fara að skoða bara það sem er upp á að bjóða hérna í Skagafirði sem er ýmislegt. Hún nefndir þarna bæði litbolta og loftbolta, já, hver er munurinn á þessu? Litbolti, það er pimpul sem, eða sem sagt, þá er náttúrulega verið að skjóta með þessum litlu kúlum, sko, loftbyssum. En loftbolti, þá smeygur þið í hann og hérna keppir svo og jável hrindir næsta manni þannig að hann rúlar. Það er bara lappirnar sem að standa niður úr þessum loftbolta. Ef við förum aðeins í gegnum svona ferð eins og raftingið, já, hvað er maður að upplifa í raftingferð? Já, það er náttúrulega bæði er það náttúran og svo er bara að sigla og sitja í bát og róa. Það er náttúrulega gæti sem stjórnar ferðinni og þú verður bara að hlýða. Annars, eins og þið segja oft að við berjum bara í hausinn á þér ef þú hlýðir ekki. Það eru nokkrir hringir í boði í rauninni þannig að maður getur komið í, þetta eru mismunandi erfiðleikastiga þegar ekki á þessu. Jú, það er hérna vestari Jökulsáin, hún er svona fyrir alla. Það er miðað við svona 12 ára og jafnvel niður fyrir það ef það er í fylgd með foreldrum. En erfiðaráin er miðað við 18 ára. Því að það eru þó nokkrar flúðir í austari Jökulsáni sem að hvolfi bátum og það gengur á ýmsu og það er mikið meiri spenna. Og mikið lengri ferð. Það er 17 kílómetra staðin fyrir hinn er bara 7. Það er stuð og stemming á Bakkaflöt. Já, það er oft stuð. Nei! Ég er niður í, sko. Æruðu? Ok, nú borða ég bara ekki neitt í ferðinni.
Við buðum ykkur sem sagt upp á salat úr héraði, annars vegar með kjúkling og hins vegar var mozzarella og tómatar. Og svo var í aðalrétt var þorsknakki og lambafíle og kjúklingapasta. Og þetta er, þetta er úr okkar matakistu Skagafjarðar í grunninn. Og svo var heimabökuð súkkulaðikaka, heit með ís í eftirrétt. Við sem sagt erum að bjóða upp á gistingu og morgunverð bara allt árið kring. Og svo yfir sumartímann þá erum við einnig með veitingastæðin opinn og bjóðum upp á súpu og salat yfir daginn og fólk getur komið inn í kaffi og köku og svona. Og svo erum við með veitingastæðin opinn á kvöldin. Og þá eru þið með í rauninni matseðil? Já, þá erum við með matseðil þar sem við, eins og hann nefnir, þá leggjum við mikla áherslu á að vera með ferskt hráefni úr héraði. Þannig að það er svo sem að nú að taka? Já, algjörlega. Það er mikið úrval. Og hvað er það svona annars sem að fólk er að sækja hérna í Varmahlíð? Sko, Varmahlíð er náttúrulega svolítið falin perla. Það eru frábært útivistarsvæði hérna upp í Reykjarhólsskóg og skógrækt og gönguleiðir og frábær sundlaug. Mjög stutt í afþreyingu hérna í kring, alls kyns afþreyingu og útivist. Þannig að það er alveg margt í boði. Frábært tjaldstæði? Já, og svona fjölskylduvænt. Körfuboltavöllur og sparkvöllur og svoleiðis líka. Já. Góður staður fyrir fjölskylduna að stoppa á? Já, ég myndi segja það. Ekki spurning. Það er rosa margir sem koma í Varmahlíð og hafa eiginlega bara keyrt hérna framhjá, en svo bara með því að keyra hérna aðeins upp í brekkuna, þá bara eru það átt að sjá að það er ýmislegt í boði, svo unnur nefndi. Það er ofsalega stór og mikill skógur hérna fyrir ofan. Lýsið hans fyrir mig, hvernig er útsýnið frá hólnum, Reykjarhól? Það er alveg frábært, sko, sérstaklega á fallegu sumarkvöldi og það er alveg margar gönguleiðir sem er hægt að velja og upp á topp er svona útsýnisskífa, þannig að líka mjög fræðandi að kynna sér það. Og já, mjög vinsælt útivistarsvæði hjá heimafólki. Og gestir ykkar hérna á hótelinu, hvað eru þau svona að gera? Spyrja þau ykkur hvað ég að gera, hvert þau að fara? Já, þau spyrja mjög mikið hvað sé í boði og svona vilja fá bara ábendingar og er oft hissa hvað sé mikið í boði því kannski áttar sig ekki alveg á því fyrir að þau koma. Skagafjörður er mikill sögustaður og víða er hægt að heimsækja merka staði úr Íslendingasögunum. Hér gekk til að mynda mikið á Sturlungaöld en við ætlum einmitt að fara næst í Kakalaskála, þar sem Sigurður Hansen, sögumaður með meiru, hefur glætt sögu Þórðar Kakala lífi með hjálp úr ýmsum áttum. Já, þetta er saga frá 13. öld, frá þessum miklu átakatímum sem var 13. öldinni þegar þjóðveldið var að líða undir lok og Íslendingar voru að ganga undir Noregskonung. Og þetta eru 30 sögupunktar sem að hverjum sér taka svona 1 mínútu. Við hvert sögupunkt þá er eitt listaverk sem á að túlka þema þess sem verið að hlusta á. Við fengum til þessa verks listamenn frá 10 þjóðlöndum til þess að myndgera söguna og völdum það úr ansi stórum hópi, þannig að þetta fólk var allt saman þekkti listamenn í sínum heimalöndum og víðar. Þessi sögupunktar, þeir eru úr Sturlungasögu, er það ekki rétt hjá mér? Já, þetta er svona fyrstu 3 punktarnir er svona svolítið innleiðing í söguna. Það segir þarna frá stofnun Alþingis og hvernig goðaveldið var byggt upp og síðan hvernig það þróaðist í hinn áttina. En aðal kastljósið er á það tímabil sem að Þórður Kakali ríkti hér á Íslandi eða frá því að hann kemur til landsins 1242 og þangað til að hann deyr út í Noregi 1256.
Af hverju valdirðu Þórð sem svona aðal söguhetjuna? Já, í mínum huga er Þórður Kakali líklega mesta persónan á þessum sögutíma. Hann var mjög snjall herstjóri, hann kom með önninni nýja siði inn í þessa baráttu. Hann vann með allt og hætti í stað þess að hrekja menn frá sér eða drepa þá leitaðist við hann að ná sáttum með þá og gera þá á sínum mönnum. Og ég held að það hefði kannski verið hans sterkasta pólitíska bragð að vinna þannig. En það var Þórður mjög vinsæll maður eftir að hann var búinn að ná völdum hér á Íslandi. Hefur einhvers haft eitthvað út af það að setja að þú hefur valið þér Þórð en ekki einhvern annan sem hetjuna í sögunni? Það var margir Skagfirðingar skammað mig fyrir þetta og talið ég verið að svíkja áspyrninga með því að gera þeim ekki herrindu höfði. En ég náttúrulega að gera það einhver síður því að Þórður var náttúrulega hálfur áspyrningur, þannig að ég finnst að ég sé ekkert að ganga fram hjá áspyrningum. Þessi uppbygging hér, ég var nú að vera 70 þegar ég byrjaði á þessu. Svo ég setti haustlandsbardagann og það var svona í framhaldi af því að ég setti fram tilgátu það hvernig bardagann hefði borið að miðað við það að hann gekk ekki, lýsingin í sögunni gekk ekki upp miðað við landslagið. Þannig að það var útilokað að lýsingin í sögunni var rétt. Þannig að ég setti fram þessa tilgátu og til þess að gera hana sýnilega og svona ásreifanlega getur maður sagt, þá ákvað ég að sviðsetja hana bardagann. Og ég sviðsetti hana bardagann með 1300 steinum og þeir komast fyrir á svona það bil hektara lands þarna og maður getur orpið á það að þarna séu nálagt 600 tonnum af grjóti sem ég flutti þarna á eyrinu og stilti þessum steinum upp og setti síðan járnkrossa ofan í steinana fyrir þá sem fjallu í bardaganum sem það eru þarna 111 krossar. Það var svolítið auðvitað að fá þessa tölu nákvæma og hún er náttúrulega tilgáta líka að nokkuð leyti, en ég hygg að þeir hefur ekki verið færri, gátu frekar verið fleiri sem fjallu hana. Segðu mér aðeins frá búðinni þinni sem þú ert með hérna í Kakalaskál. Þetta er svona bara í bland. Ég byrjaði með þetta sem vinnustofu og svo færðist þetta yfir í að vera svona alls konar. Og það var eiginlega upphæð var Antíkbúð á Selfossi sem að systir hans Sigurðar var með, sem flutti hingað í þetta gamla hús. Svo hefur þetta bara þróast svona með. Það er heilmikill karakter í búðinni og þú ert líka með þínar eigin handverksvörur. Já, ég hef verið að vinna með ull og þæfa, svona þegar ég hef haft tíma. Þannig að það hefur verið bara... Hefur fólk gaman að því að kíkja í búðina til? Já, kemur svolítið óvart, þetta er svolítið ólíkt því sem er verið að gera hér í Kakalaskóla. Þannig að það er bara skemmtilegt til þess að brjóta upp aðeins. Það er einhver kyrrð sem einkennir Hóla í Hjaltadal. Að koma inn í kirkjuna er mikil upplifun. Þar er sagan svo áþreifanleg og ósjálfrátt fer maður að hreyfa sig hægar og anda dýpra. Þetta er 7. kirkjan sem stendur hér og hún er byggð árið 1763 og vígð af Gísla Magnússyni. Rauði steinninn í múrverkinu kemur úr fjallinu Hólabyrðu sem stendur í nágrenninu.
Við skoðum líka Gvendarbrunn. Guðmundur góði biskup á að hafa vígt þennan og fleiri svipaða brunna víðsvegar landið og vatnið í honum talið hafa lækningarmátt. Við erum reyndar bæði við góða heilsu eins og og látum það eiga sig að ausa okkur, en það er gott að vita af þessu. Innsti bærinn á Höfðaströnd í Skagafirði heitir Gröf. Þar stendur elsta kirkja Íslands, Grafarkirkja. Það var Gísli Þorláksson, hólabiskup, sem talinn hafa látið reisa hana undir lok 17. aldar, en hún byggð í sérstökum stíl og einnig hún eina kirkjan á landinu sem með hringlaga kirkjugarði. Alla jafna kirkjan ekki opin almenningi. Hún var það áður, en slæm umgengni ferðamanna var til þess að Þjóðminjasafnið sem á kirkjuna læsti henni til frambúðar. Við fengum leyfi til þess að fara inn og sýna kirkjuna að innan í þættinum. Það óhætt að segja að lykillinn sé sá voldugasti sem við höfum komist í tæri við. Það eitthvað sérstakt við að handleika svona ævintýralegan lykil. Hofsósi. Þetta fjölskylduvænt staður, fullt af afþreyingu, það mikið leiktækjum fyrir börnin, aparól og æslabelgur og allt svoleiðis. Svo erum við með ágætis tjaldstæði og sundlaugin okkar frægu, sem bara með fallegasta útsýni úr sundlaug á landinu held ég. Og svo hægt að ganga niður Staðarbjargavík, það nú bara alveg við sundlaugina, ganga fjörurnar niður í Grafarós, þar eru svona tóftir af gömlu verslunarstað. Og niður í fjöruna bara við Vesturfarasetrið, þar sem við erum núna, og þar flott sýning í Vesturfarasetrinu sem vel þess virði að skoða. Hvað það svona sem þetta safn að sýna okkur segja frá? Þetta að sýna okkur þá sögu þegar að fjöldi Íslendinga flutti til Vesturheims. Flýði erfiðar aðstæður á Íslandi aðallega í lok 19. aldar og fram á þá 20. reyndar. Og fór í raun og nam land í Vesturheimi. Það eru frásagnir, ljósmyndir og svona nokkurs konar sviðsmyndir þar sem aðstæðurnar eru sýndar bæði á Íslandi og á leiðinum borð í skipunum og svo eftir að fólk kom út og safna saman gríðarlega miklum heimildum í yfir 20 ár. Þú nú ansi vel til fara. Ég vildi að þú hefðir verið að taka þig til bara fyrir þetta viðtal, en það reyndar ekki alveg ástæðan það. Nei, ég klæði mig gjarnan upp þegar ég fer og hitti fólk og ég gerir svolítið af því að fara á staði bara þar sem að fólk pantar og segja sögur. Ég var að segja sögur í fertugsafmæli upp í Dal í morgun.
ert mikil sagnakona og ég veit að þú hefur verið að segja svolítið frá henni Guðrúnu frá Lundi, það ekki? Jú. Við erum að fara í Fljótin. Já. Það nú svona einmitt staðurinn, eða ekki? Jú, Guðrún svona bara, mitt hugðarefni. Ég fékk hann svolítið á heilan fyrir nokkrum árum og ég hef verið að fara með fólk á hennar slóðir í Fljótunum. Þetta fullt af öðru að skoða þar sem við flettum inn í en það svona partur af því sem ég geri. Hvað það svona fleira sem að þú myndir mæla með að maður myndir skoða í Fljótum? Sko það náttúrulega gríðarleg náttúrufegur og það eru fallegi gististaðir og það dýragarður og það sundlaug, frábæri möguleikar í gönguferðir og þar eru slóðir hrafnaflóka líka þannig að það að nóg að taka. Ég hef nú heyrt einhverja sögur af því að það sé reynt hérna í Sléttuliðinni. Já, þú meinar. Hvað hefurðu heyrt? Já, til dæmis Þorgeirsbola. Það svona, ég myndi kannski segja að það væri sá frægasti af draugum Íslandssögunnar sem í rauninni sko dýr en ekki maður. Já. Hann nefnilega magnaður upp af náunga sem var svo svektur yfir því að kona vildi ekki eiga hann. Til þess að hefna sín á henni þá magnaði hann upp sem sagt kálf og fláði á hann húðina og það var sem sagt úr þessu magnaðu draugur sem hefur verið kallað Þorgeirsboli og hann sem sagt dregur á eftir sér þessar húðir og það víst alveg hræðileg hljóð sem fylgja þessu. Já, hljómar ekkert sérstaklega vel. Ég væri ekki til í að rekast á hann hérna á þessum góða degi allavega. Nei, við skulum vona ekki, en við erum núna á leiðinni, í síðasta áfangastæðin. Já, hérna. Þið voru fljótt að líða en á sama tíma hefði ég ekki viljað hafa neitt styttri tíma í þetta ferðalag. Nei, við hefðum nú bara ekkert getað það. Þetta búið að vera svo magnað, bara hver einasti staður. Já, ég hefði ekki viljað sleppa neinu. Ég hefði frekar viljað taka fleiri daga og heimsækja fleiri staði því það sannarlega nóg í boði. Við gerum það bara næst. Gerum næst. En eftir skammastund, Fljótin, og við ætlum að fara beint á Sóta Lodge sem sem sagt nýtt gistiheimili, veitingastaður og afþreyingarþjónusta í gamla barnaskólanum að Sólgörðum í Fljótum. Ok, hlakka til, aldrei komið. Hvað í boði hérna hjá ykkur á Sóta? Já, bara hvað ekki í boði. Við getum búið til svona sérsniðar pakkaferðir. Það getur verið fjallaskíði á veturnar eða gönguskíði. Og þegar líður á sumri getur það verið hjólaferðir og gönguferðir. Við vorum einmitt að fá rafmagnshjól sem eru glæný fluttin frá Frakklandi sem við erum að leigja út. Sóti opnaði núna í vor og þetta var skóli í gamla daga og eigendurnir ákveðu að gera þetta árið 2015 og hér eru 7 herbyggi og í öllum herbyggjunum baðherbyggi og við leggjum hér mikla áherslu á fyrsta flokks þjónustu. Erum til dæmis með morgunverð og 3 rétta kvöldverð innifalið í verðinu. Í matinn var smjörsteikt bleikja, beint úr héraði með krispi smelki og blómkáli og öll hráefnin eru íslensk. Svo fengum við eitthvað dýrindis ís þarna eftir á. Já, frá Holtseli. Já. Frá Eyjafjarðarsveit og svo fengum við líka jarðarber og bláber með. Við reynum bara að velja hráefnin eins nálægt Fljótunum og hægt hvort það sé frá Skagafirði, Siglufirði og Ólafsfirði eða jafnvel Hofsósi. Við viljum leggja áherslu á góðan mat og íslenska mat líka. Það ekkert allir sem vita hvað hægt að gera hérna í Fljótunum. Þetta svolítið lítið þekkt landsvæði kannski upp á það að gera. En það bara í alvörunni svo margt hægt að gera hérna. Það sundlaugin á Sólgörðum, á Brúnastöðum með dýragarður. Það strönd þar sem hægt að fara að surfa eða fara á svo kallað paddleboard. Bara náttúran býður upp á svo ótrúlega margt. En hvernig finnst þér fólki vera að upplifa svæðið? Það nefnilega finnur alveg fyrir hversu mikil náttúra það og þetta náttúrulega svo mikil náttúruperla og fólk líður mjög vel hérna. Það geta að fara í göngutúr og bara anda að sér mjög fersku lofti.
og fjöll hérna í kring, heyra fuglana syngja. En hvað eru fljótin fyrir þér? Hvernig upplifir þú fljótin? Fljótin hafa í rauninni gefið mér bara svo mikið tækifæri til að upplifa nýja afþreyingu og útivist. Áður fyrr, ég hafði aldrei pröfað að fara að surfa og ég hef aldrei farið á fjallaskíði eða gönguskíði eða neitt. En þegar ég kom hingað og byrjaði að vinna hérna, þá þetta sem var svo fjarri mér, þetta gat ég gert og fljótin höfðu allt til staðar fyrir mig. Þannig að fljótin í rauninni bara náttúruparadís fyrir mig og hér líður mér vel. Það hefur verið einstök upplifun að ferðast Norðurland vestra og njóta þess sem landshlutinn hefur upp á að bjóða. Náttúruperlurnar, fólkið, afþreyingin, maturinn og ferðalagið sjálft skilja mikið eftir sig og við hlökkum til þess að koma aftur sem allra fyrst.